Hérna sem sagt fræframleiðsla á lerkiblendingnum Hrim sem aðalmálið hérna í þessu húsi. Ætli þetta sé ekki að verða 20 ára gamalt verkefni sem að Þröstur Eysteinsson hefur stýrt hingað til og byrjað á og hann sem sagt valdi klóna af rússalerki og evrópulerki og því síðan í víxla saman og þá verður til þessi blendingur Hrimur sem að hefur þann kost að vera beinvaxnari og hraðvaxnari en rússalerkið. Kosturinn við hann líka, hann ekki eins viðkvæmur fyrir þessum hitaáhrifasveiflum á útmáðunum eins og rússalerkið. Hérna í ytri endanum á húsinu eru eldri trén sem hafa staðið hérna síðan líklega 2000 eitthvað það bil og þau eru farin að gefa uppskeru. En það hefur svona reynst dálítið erfitt að fá gott fræ. Það hefur verið mjög léleg spírun í því og það er það sem við þurfum að vinna í næsta ára að finna út úr hvernig hægt að fá meiri fræ uppskeru og betri fræ. En hérna vinstra megin sem sagt rússalerkið, hægra megin evrópulerki og þessu er síðan víxlað saman að kallfrjóið af rússalerkinu og bera á kvenblómin og öfugt. Og þetta þarf að gera á ákveðnum tíma á vorin. Þetta er stuttur tími sem er hægt að gera þetta á og það er svolítið lífilega að fylgjast með því að rússalerkiklónarnir, það er meira að segja, tveir síberíulerkiklónar líka, þeir blómstra á mjög mismunandi tíma. En við beitum ýmsum brögðum til þess að örva blómmyndunina í lerkinu. Eitt af því sem gert er að skera í börkin á trjánum. Það sést hérna skurðurinn síðan í fyrra. Þetta er nú bara gert annarkvort ára, þá er skorinn börkurinn af trénu, ekki náttúrulega allan hringinn því að þá drefst það. Það er skilin eftir smá ræma. Og þetta er nóg til þess að stressa tréð sem verður til þess að það blómstrar meira. En það eru margir sem að reka upp stór augu þegar þeir koma hérna inn og segja, er þetta Hrimurinn? Hann er svo ljótur. En þetta er náttúrulega fyrir það fyrsta ekki Hrimurinn, hann verður ekki til nema þegar fræið er komið, en svo er náttúrulega búið að klippa þessi tré endalaust til. Þannig að vaxtarlagið hérna inni segir ekki til hvernig þau eru í raun og veru. Þessi yngri tré hérna, þau eru sem sagt bara 2 ára líklega og þau fara ekki að gefa fræ fyrir eftir svona kannski 4-5 ár. Næsta verkefni þegar kemur fram á hausti, það er að safna öllum þessum könglum og ná úr þeim fræjunum, klengja þá og hreinsa fræin og það er heilmikil vinna og það verður mikið verk í haust þar sem það er mjög erfitt að ná fræjum úr evrópulerkinu. Það er að safna könglunum og ná fræjunum út og hreinsa það. En aðalmálið er að það verði góð spírun í þessu.